þessum tölum hérna frá Krabbameinsfélaginu að tíðnin byrjar að aukast verulega upp úr 50. Og þó árangur hafi batnað, að þá var hann alls ekki nægilega góður. Það ennþá um það bil 40% af þeir sem greinast með ristilkrabbamein sem munu síðar deyja úr þeim sjúkdómi. Það þarf að bæta þetta til munur. Þannig að við tökum þetta saman að það dóu 122 konur á þessu 5 ára tímabili 2002-2006 og 149 karlar. Þannig að samtals er þetta 271 á 5 árum, 54 á ári, eða það er 1 á viku. Það er 1 á viku sem er að deyja úr ristilkrabbameini. Og þessar konur sem var sína okkur áskerandi hugsaðan árangur af skimun, að þá er hægt að fækka þessum tilfellum verulega. Þó við viljum alltaf gera ennþá betur, að þá er hægt að væri hægt með þetta skimun, hægt að fækka 1 dauðsfall í mánuð vegna skimunar. Þetta er umtalsvert. Bara aðeins til að rifja upp áhættuþættina. Við vitum nokkuð áhættuþættina, en við vitum bara ekki hvernig á að bregðast við þeim. Og þetta var góð spurning sem kom upp í salnum hérna áðan til hans Ásgeir. Og þið sáuð að Ásgeir átti svolítið erfitt með að svara þessari spurningu. Við vitum að það er eitthvað í umhverfum sem er að valda því að ristilkrabbamein er svona auka svona mikið, en við vitum bara ekki hvað það er eða hvað við getum gert í því miður. Það þarf að rannsaka þetta miklu betur, en því miður hafa rannsóknir gengið fremur hægt. Það eru vissar vísbendingar, en það er ekki nægilegt til þess að við getum gefið ráðleggingar. Munum eftir að þetta er óvinur okkar, það er sepi sem myndast inn í ristlinum, eins og við sjáum eitthvað stóra ristlinum hérna frammi. Ristilkrabbamein byrjar að vaxa innan í þekju ristilsins og vex í henni gegn eftir því sem tíminn líður, og sjúkdómurinn er alvarlegur eftir sem hann er búinn að vaxa dýpar inn í gegnum ristilvegginn, og ef hann er búinn að dreifa sér í eitla eða hann er búinn að dreifa sér í önnur líffæri, að þá er oftast alvarlegan sjúkdóm að ræða. Meðferðin, bara til að rétta aðeins að rifja þau, að meðferð fyrir fyrri stigunum, og Ásgeir notaði tölurnar A, B, C og D, þetta er eiginlega sama 1, 2, 3 og 4, að við fyrri stigum, þegar sjúkdómurinn er á fyrri stigum, að þá er skurðaðgerð aðal meðferðin. Skurðaðgerð læknar flesta þá sem læknast af ristilkrabbameini. Þegar komið stig 3, það er að segja þegar sjúkdómurinn kom í eitla, að þá er til viðbótar skurðaðgerðin og boðið upp á krabbameinslyfjameðferð til að auka árangurinn. En þegar sjúkdómurinn er búinn að dreifa sér inn í líffæri, að þá erum við aðalega að hugsa lyfjameðferð. Hérna er dæmi það að sjúkdómurinn er búinn að dreifa sér. Hér er sneiðmynd, þetta er röntgenmynd, tölvugerð mynd sem sýnir þverskurð af líkamanum í þessari hæð hérna, og hérna sjáum við hérna lifrina hérna, hún er stór og hún er alsett þessum blettum. Þetta eru meinvörp í þessu tilviki frá ristilkrabbameini. En nú ætlum ég aðeins að fara til framfæri í krabbameinslyfjameðferð. Hvað hafa orðið mikla framfæri núna á undanförnum árum og eiginlega áratug, en samfara miklu aukningu í kostnaði. Fyrir svona 15 árum síðan að þá var ekkert óalgengt að ræða við kollega það væri nú eiginlega ekkert gagn af þessum krabbameinslyfjum. Því að þetta myndi valda bara óþægindi fyrir sjúklinginn, fólk var svo veikt af krabbameinslyfjunum og þetta myndi ekki bæta eitt né neitt og tilkvæmst þá að vera að gefa krabbameinslyf. En í svona 15 ár það er búið að vita það að lyfjameðferð bæði lengir og bætir líf, og þetta er svona fyrstu niðurstöðurnar sem sýndu það að fólk sem var greint með ristilkrabbamein og meinvörpum, það var að lifa að meðaltali svona 5 mánuðir, en með að fá lyfjameðferð, tiltölulega einfalda lyfjameðferð, þá er hægt að meira tvöfalda þann árangur. Og núna með nýrri lyfjum að þá er algengt að sjá það að meðallyfjatími sjúklinga er oft vel yfir 2 ár, og þannig erum við að tala um meðaltal, þannig erum við ekki að tala um hvern einstakling, því að það getur verið mjög mismunandi hverjum einstaklingi vegna, hérna erum við að tala um meðaltal. Og fyrir svona 15 árum síðan þá vorum við bara með eitt lyf, vorum bara með þetta lyf hérna, 5-FU, 5-fluorouracil, 5-FU. En núna að þá er búið að bætast við þennan lista umtalsvert og árangurinn batnað eftir því. Og hérna sjáum við að meðan lifin sjúklinga með krabbamein, með ristilkrabbamein og meinvörpum var tæpt hálft ár, og núna er hann eitthvað vel yfir 2 ár. Sjáum við hvað þetta er mikið að aukast hratt, og þetta er nákvæmlega eins og þegar við fáum ný lyf, þá batnar árangurinn, við fáum lengri lyfin, fólkinu líður betur. Nú,
meðferðarmöguleikarnir með þessum nýri meðferðum þá hafa möguleikarnir líka verið að aukast og möguleikarnir hafa líka verið að aukast að nú í auknum mæli hægt að lækna ristilkrabbamein þó það sé búið að dreifa sig. Þetta var næstum talið óþekkt hérna áður og þetta á ekki við flest önnur krabbamein, tek það fram. En núna hægt að bjóða fólk upp á lyfjameðferð og jafnvel íhuga skurðaðgerð í framhaldinu og stundum jafnvel fleiri en eina skurðaðgerð í lækningarlegum tilgangi. En hver kostnaður? Sýndi ykkur hérna listan af nýjum lyfjum. Þetta verðlistinn úr apóteki Landspítalans, bara nýlegur, það segja eftir gengisfellingar, að þetta verðlisti per sjúkling á mánuði. Það ekki verið að setja inn annan kostnað spítalans, vinnukostnað en eitt slíkt. Þetta bara lyfjakostnaður eins og hann kemur út af apótekinu. Og þið sjáu það að sum lyf kosta næstu 800.000 krónur á mánuði per sjúkling. Og við erum ekki bara að nota eitt lyf hjá hverjum sjúklingi, við erum að blanda þeim saman. Góð fyrsta meðferð við ristilkrabbameini í dag á Landspítalanum þessi meðferð hérna. Þetta algeng meðferð. Og þetta verðmiðinn úr apótekinu. 737.000 krónur per sjúkling per mánuð. Og hérna, það að sýna þetta fram á það að ef við hugsum það hvað hver kostnaðurinn hérna á þessum ásjenna og hver virknin, hver gagnsemin að þessu, að hún fylgist nokkurn veginn að hvað varðar ristilkrabbamein. Það að segja, því dýrara sem meðferðin sem gefið því meira árangur. Þið fáið eitthvað fyrir peninginn. Það líklegt að þetta halda áfram, en takið eftir öðru. Það virðist að kurvan sé verða brattari. Segur eina sjúkrahúsinu. Það 38 ára gamall karlmaður. Þetta til dæmis ungur einstaklingur, þið sáu að meðalaldurinn hann var 70 ár. Þetta yngra fólk getur fengið ristilkrabbamein og þessi til dæmis ungur. Hann byrjaði að blóð í hægðum og hann var þreyttur. Hann fór í skoðun og hann reyndist að hafa æxli neðarlega í rislinu. Hann fór í skurðaðgerð. Þegar þetta var að skoða nánar í meinafræðin, þá kom í ljós að sjúkdómar voru búin að dreifa sér í 3 eitt, með stig 3 sjúkdómi sem voru sýnd áður. En við skoðum þá finnst krabbamein ekki annars staðar. Og hann fær viðbótarlyfjameðferð til þess að reyna að auka líkurnar á lækningu. Hann fær viðbótarlyfjameðferð í hálft ár. Gekk allt vel. En rétt 2 árum seinna að þá finnst það komin meinvarp í lungan. Það gerð skurðaðgerð, þar sem hluti lungans með æxlinu fjarlægt. Og hann fær aftur viðbótarkrabbameinslyfjameðferð. Í þeim tilgangi að reyna að auka árangurinn af skurðaðgerðinni, auka líkurnar á lækningunni. En því miður, árið seinna að þá finnast ný meinvörp í lunganum. Og aftur töluðum við skurðlæknana. Og þeir sögðu, nei, það ekki hægt að gera núna. Þetta ofan gengi. Við beittum krabbameinslyfjameðferð, hún gekk vel, það kom ekkert nýtt upp og við fórum aftur til skurðlæknana og segjum, hvað segið þið núna? Og þeir segja, já, við skulum reyna. Og í samráði við sjúklinginn, þá ákveðið að fjarlægja annað lungan. Og 1 ár seinna líður þessu sjúklingi vel og ekki finna neitt krabbamein. En hvað ætlar þetta að kosta? Núna hægt að kostnaðargreina hlutina betur heldur en áður. Og þá sé hag á upplýsingasviði Landspítalans að þá gátu gefið mér þessar tölur. Og þessi einstaklingur, hann lenti í nokkru fylgkveilum út af skurðaðgerðina, þannig að þurfti að fara aftur í skurðaðgerð eftir fyrstu aðgerðina. Lenti sem nokkur hremmingu, þannig að þetta nokkra sjúkralegur 2003, 2005, 2005, 2007. Þannig að þetta nokkra sjúkralegur og hann var að samtals 56 daga inn á spítalunum. Og þetta svona allt kostnaðargreint eftir ákveðnum formúlum og verðmiðin tæpar 9 milljónir fyrir innilíkjandi þjónustu. Það hægt að sundilega í hvað fór þessi kostnaður og stærsti hluti þessast 9 milljónir og stærsti hlutin algerð, skurðlæknar, gjörgæslukostnaðurinn hérna sjáðu, hann verulegur og svo þetta cirka hjúkrunarvörur og ýmislegt það inni. Þannig að það hægt að kostnaðargreina hluti í dag. En þetta var ekki eina sem sjúklingurinn fékk. Hann kom mjög oft á göngudagdeildir og fékk hérna ýmsum meðferðir. Sá verðmiðinn upp á rúma 1 milljón. Þar inni ekki lyfjakostnaður með krabbameinslyfjum því að þau koma úr annarri pyngju. Og þetta ekki alveg nákvæmt þessum hinatölum ég tekka fram því að þarna uppfæri ég bara tölurnar með verðlistan frá apótekinu í dag.
hvað myndi þessi lyfjameðferð sem hann fékk í gegnum árin kosta í dag. Og ég fekk þessi tölur. Krabbameinslyfin kostar 2,8 milljónir. Samtals, það bara 13 milljónir, þessi meðferð. En þetta allt? Ég tala hagfræðinga í gær 2 og bara reyna að velta þessi spurningu, hvernig getur það metið kostnað? Það bara kostnaðurinn sem það kostar spítalann? Þetta eitthvað meiri kostnað sem þarf að huga? Og svarið nei, það er miklu meira en það. Og hvað vinnutapið? Í þessu tilviki tapaði þessi einstaklingur, sem var mjög virkur, 200 dögum úr vinnu. Það var breyting á fjölskyldulögum. Það þurfti að greiða lífeyrisgreiðslur, sjúkradagpeninga og svo framvegis. En mér skilst að það sem við verðum líka að taka inn í tap á minnkari framleiðni. Þessi einstaklingur var ekki bara að vinna fyrir launum, heldur var hann líka að framleiða og það tapast. Sú framleiðni sem hann hefði gert, hefði hann verið að vinna þennan tíma sem hann var í meðferð vegna sjúkdóms. Þannig þið sjáið að einn einstaklingur ansi dýr í meðferðinni. Ég held að reyna að koma að því að skimun góð fjárfesting. Þeir heyrðu af hana að það tillögur sem liggja upp í heilbrigðisráðuneyti gera ráð fyrir að skimun geti kostað eitthvað 60 milljónir fyrir ristilkrabbameini á ári. En hver einstaklingur getur kostað þessa upphæð og við erum með, hvað vorum við, 130 einstaklingur sem ég ekki segja að allir einstaklingur kosti þetta mikið, ég tók bara eitt dæmi. Ég held að þetta sé góð fjárfesting, skimunni. Nú, aðstyrðir í bráðleggingar fyrir skimun, við eigum þessi leiðbeiningar frá landlækni, ráðleggingin þar hún frá 2001. Það á að skima fyrir ristilkrabbameini hjá einstaklingum 50 árum og eldri. Það var ekki eldri aldurstakmark, takk eftir því. Nýi ráðgjafahópurinn, hann dregur aðeins í land og segir, ok, byrjum, það byrjum að byrja, en skulum bara byrja hægt. Svipað kannski svo Finnarnir eru að gera, 60-69 ára. Það er skynsamlegt. Og kostnaðurinn 58 milljónir. En í þessari sömu skýrslu þá kemur fram á einu stað, svo áætlun, ég veit ekki hversu nákvæmt það en ef til vill byrði ristilkrabbameins meðferðarinnar á Íslandi milljarður á ári. Þegar sjá hvað skimunarkostnaðurinn er lítill miðað við byrðina sem það kostar að meðhöndla þennan sjúkdóm. Nú, við erum ekkert ein með þetta eins og það heyri, Finnarnir eru langt komnir, Bandaríkin, skimun búin að vera mjög lengi virk þar, búin að bandarísk heilbrigðisyfirvöld mæla með skimun frá árinu 2002 og Evrópusambandið frá árinu 2003. Og bara til að rifja upp, þetta eru leiðbeiningar landlæknis sem finnast á vef landlæknir.is. Það getið þið fundið hverjar eru leiðbeiningarnar og það kemur fram einstaklingar, karlar og konur 50 ára eldri sem eru án einkina og teljast í meðaláhættu að það á að skima þessi einstaklinga á 2 ára fresti. En hvað skal segja? Nú vorum við með góðægi frá 2001, en kerfisbundin skimun hófst samt ekki, þrátt fyrir ráðleggingar landlæknis. Þá kannski raunhæft að búast við að kerfisbundin skimun á vegum hins opinbera verði hafin í hallarinn. Það er að segja, við verðum bara að muna að það er dýrt að vera fátækur. En ég held að niðurstaðan hljóti að vera samt að hvað sem opinberið getur gert núna, að það þarf að upplýsa almenning eins og er verið að gera hérna í dag gagnsemi skimunar fyrir krabbameinum í ristli og endaþarmi. Og almenningur verður sjálfur að taka svolítið sína eigin upplýst ákvarðanir í því framhaldi. Við munum það er ýmis önnur skimun gerð heldur en fyrir krabbameinum. Sjáum til dæmis blóðþrýsting, hækkaður blóðþrýstingur eða hækkaður blóðfitur. Það er skima fyrir því, en það er ekki kerfisbundin skimun. Það vita allir einstaklingar, jú það er gott að fara og láta tekka blóðþrýstingur sem á og til. Fara út í apótek að fara til læknis eða hvað það er. Hann ber ábyrgð á því að láta fylgjast með blóðþrýstingunum sínum. Ég held að meðan það er ekki búið að koma á kerfisbundin skimun á Íslandi að þá ættu að koma því inn að skimun fyrir ristilkrabbameini sé ekkert síðri heldur en skimun fyrir hækkaðri blóðfitu. Það sem ég segist búin að fara yfir, það er hægt að koma í veg fyrir ristilkrabbamein, skimunin virkar. Vitalega þurfum við miklu betri tól heldur við erum í dag. Þið sáu það að þessu stóru rannsókn hefur verið gerðar, að það er ekki minnkun á dánartíðni vegna ristilkrabbameins eitthvað á bilinu 16–33%. Við þurfum að gera miklu betur en þetta og það verður í framtíðinni, það komast betri tól. Nú, ég er líka búin að benda ykkur á að það er mikið gagn að krabbameinslyfjameðferð. Hún er dýr. Ég var á fund á Spáni í síðustu viku, var á krabbameinsfundi og þar voru dagblöðin sem voru uppfull af
ristilkrabbamein marsmánuður til ristilkrabbamein, þá blöðin voru uppfull alls konar fróðleik fyrir almenning. Og meðal þess var bent á þessa síðu sem ég leist svolítið skemmtilega á, að þetta eru samtök þarna á Spáni, ýmissa samtaka, krabbameinsfélaga, læknasamtaka, hinna ýmsu lýðheilsustofnana, Eurocolon, sem út af okkur ristilan hann stóra. Þetta eru samtök sem eru síðan að upplýsa almenningu mikilvægi þess að það sé skimað. Og þetta sitja einhverja fræga einstaklinga, þetta sitja Carmen Posada og barnabókahöfundur, og þetta svolítið svipað okkar logói forvörnir fyrirhyggja, það er forvörnin eykur líf. Og svo segir til dæmis, ef forstíðseinkenni eða ef sjúkdómur greinist snemma, þá er hægt að lækna 90% tilfella. Og er náungi sem heitir Jose Ortega Cano, og ég held að hann frægur nautabanni, og hann settur hann inn og látið segja, ef þú ert orðinn 50, þá áttu ekki að láta þig hjá líða, þú áttu að tala við lækninn þetta. Mér finnst þetta svolítið snjallt, og ég ætla að koma með þessa hugmynd fyrir afmælisbörnin. Hvernig væri að krabbameinsfélög myndu koma að samtökum gegn ristilkrabbamein með landlækni, hinum ýmsu fagfélögum og lýðheilsustofnunum og svo framvegis. Takk fyrir. Þakka Freysteini kærlega fyrir.